Föstudagurinn 14. nóvember og FN95 blöður hafi göngu sína á þessum, bara fína föstudegi 14. nóvember. Fyrir nákvæmlega 6 árum síðan var ég staddur upp á fæðingadeild að, sjá okkar besta mann, Tedda Blö mæta í heiminn. Hann að Teddi út að hlusta, innilega til hamingju með daginn. En það er ekki 6 ára, okkar besti maður. En það er ekki fulli bátur í dag, en hafið það engar áhyggjur, því að the bad boy of radio, okkar besti maður Hjörvar Hafliðarsson, þeir mættur hér í staðan fyrir Steinda sem er í tökum. Ertu velkomin, Hjöbbi? Já, takk fyrir það. Ég man eftir 6 ára afmælinu mínu. Aha. Já, og Reagan og Gorbachev á Íslandi. Bara man eftir þessu, og Stöð 2 voru að byrja líka. Já, 86, þetta er rosalegt ár. Sama helgi, og maður bara, það var þarna Rambo teiknimyndnar voru þarna mjög heitar. Maður þetta er ekki þetta Rambo teiknimyndnar? Jó, ég man eftir þeim. Ég man ekki eftir 6 ára afmæli mínu, sko. Nei, ekki heldur. Hvernig anskotarum. Ég var á Selfossi. Svo vel eftir þessu, því það voru Reagan og Gorbachev og bara það var allt púst að fara á hliðinu á Íslandi. Já, Stöð 2 að byrja að bylgja, það væntanlega líka það ekki, bylgjan 86. Þetta er bara svo rosalegt ár. Þannig að En er þetta eitthvað rosalegt ár hjá Tedda 2025? Er þetta eitthvað sem hann situr kannski í daginn bara? Ef Ísland fer í, nei eiginlega bara ekki leiðindi, sko. Já, en ég var að hugsa þetta á hann, Hjöbbi. Því að við byrjum nú FN95 blöð á sínum tíma með svona boyband-vídeói. Þú ert svona Zayn Malik okkar FN95 blöð. Hann var fyrstur til að fara úr One Direction. Þú kvattir fyrstur þegar við vorum á hverjum degi. Steindi kom inn fyrir þig, mannst á 50 dögum. Þú varst svona the bad boy í okkar svona boybandi. Ef út í það er farið. Þú vilt líka, þú vilt að þetta sé sex, drugs and rock'n'roll hérna. Þetta var breyst. Já, þetta hefur breyst þannig að þetta snýri svolítið mikið um það hérna til að byrja með. Það var mikið fyllir í kringum FN95 og það var það sem hélt mér inni. Ég er alveg saman peningin. Þú veist, ég elska alveg peningin og allt þetta sem 25 skallinn. Já. Og ég skrifaði bara undir leið eins og frækt er. En þú veist, leið og menn fór að velta fyrir sér veðri og einhverju og einhverjum svona auðmikilvægum hlutum, þá sagði ég bara, heyrðu, ég er farin, ég labbaði bara út úr þessu sjói. En þú veist, en á sama tíma hefur maður pælt í þessu, hvar væri Steindi í dag ef hann ekki hoppa upp í faðminn og blöð? Já, sko, hann kemur inn á 50 dögum í staðin fyrir það. Já, ég veit það, en ef hann hefði ekki fengið þetta breyk, ef ég ekki labbaði út úr þessu, heldur hann ætti þessar peningar sem hann á í dag. Það er svona ágríns. Sko, hann er að setja, ef hann hefði ekki hoppað upp í hennar á þér, af því að ég man hvernig blöð tala Steinda þegar ég hitt hann. Ekki fara að ljú eitthvað hérna. Nei, ég man eftir, ég var að rósa Steinda. Ég man bara hvað þú hattaðir að heyra. Nei. Ég var að segja það er geðveikt dæmi, Steindi Junior, það var nýr sniðu gaur og ég fann það á þér. Þú varst ekki að fara að hafa það. Það var engan að hóa því. Ok, það er reyndar, sko, ég hef dýrkast Steinda bara fyrir að hitta hann á tenni. Já, þarna hafður aldrei hitt hann. Þannig var ég bara að rósa þessum gaur sem væri svona öflugur og fyndinn og svona. Já, ég var ekki að kaupa það. En þú veist, út af þessu listaspýru dæmi í honum sem væri hann ekki bara að setja upp einhverja áhuga sýningu í Karlsruhe í Þýskalandi núna einhverjum litlum kjallara. Það var ekki í villunni með pottur upp í garði og ég sko að Steindi er samt hann svona flokkar sig alveg pínu sem listamann. Jú. En hann er bara nákvæmlega eins og við þrír hérna. Steindi í þessu brjánstæmi, hann er langbesti karakter. Hann er ógeðslega góður leikari. Hann er góður að leika aumingja. Það er oft talað um að maður er góður að leika eitthvað sem maður er, þú veist, nánast að leika sjálfan sig. Hann er einhverju hræðilegu besti fyrir Ragnhildi Steinunni. Fannst ykkur þetta svipað? Hann er bestur að leika aumingja. Hann er ekki að leika ykkur töffar eða eitthvað spað. Var þetta ekki svipa Steindi með Ragnhildi Steinunni þessu þáttum? Var þetta ekki áleika samfannandi þegar að Will Ferrell var með Eva Mendes í myndinni? Ég var bara annan tíman, this does not add up. Þú sagði, ákveður var ekki Auðun Blöndal í þessu við. Þú veist bara með þinn hasar líkama. Með þinn hasar líkama? Þú ert með eitthvað mesta hasar líkama sem ég veit. Já, takk fyrir það. Nei, sko, Steindi, ert að segja Steindi sé ekki myndilegur maður? Jú, hann er mjög hungurlegur, en þú veist ekki þarna. Þú veist alveg sem vil ferða er ekki mjög hungurlegur. Nei, ég var að skegja sérstaklega þess að nýju greiðslu í dag, er það bara alltaf hann að sjá manni, sko. Það er náttúrulega ástæðan fyrir hann er búin að vera að safna þessari greiðslu og skegginu á börtunum, hann tökur sem byrjuði í vikunni, þannig að hann missir reynda bara 2 þáttir núna í nóvember. Er hann eitthvað byrjað að grána? Steindi? Hann er ekki sko. Hann er miklu yngri en við, sko. Já, og ég byrjar að finna eins og Kanari núna daginn.
þá fann ég fann það líka þegar ég kom heim takk fyrir körfuboltaleikin sem settur upp fyrir mig bara strax eftir Kanari 3 dögum eftir Kanari, takk fyrir þvílíku viðbjóðum Þetta var líklega plana, ég held að kannski menna að það var bara að setja það svo Gunnarbyrgi, sko Við Steindi, ég fann það á Kanari ég er aðeins fann eldast ég á erfitt með að halda í hann því hann kláraði bara kassinu þinn bara við byrjum að halda en það er málega, en hann á móti kemur hann var upp í herbyggi til 3 daginn eftir menn þú sko móti að bakka klón 10 morgun ég heit kaldan, já þannig að hann ég er einu sem ég tek alla vaktina og hvað er hann að gera upp á herbyggi það er the mystery, hvað er hann að gera hann er á Messenger að senda hvernig stemmingin eitthvað, ég er bara svona okkur kemur ekki niður það er 25 stegi hitt og sól hvað ert að brasa? Hann var bara upp á herbyggi það er ótrúlegt þú veist að hristingur eitthvað 5-6 mínútur kannski svo bara ferði niður max 5-6 mínútur það var hann það var hann lengi það reyndar mjög misjant ef við ætlum að fara eitthvað nánar út í það þá er þetta mjög misjant en sko, málið var það þegar það kemur sér hugmynda þessum körfuboltaleik það er alltaf verið ít eftir mér eftir þessum körfuboltaleik og ég var alltaf að segja slækja á hins vegar ef ég hefði talað við þig og Gunnar í sikkur leið hvað er dagsetning myndi hendi ykkur vel þá er þið blöður alltaf heyrðu ég að skemmta þarna og kassakerinni ég kemst ekki þarna þetta var versta dagsetningin ekki þessu dagsetningi það er kátir dagar og tálfram fyrir þig ég bara ekki mæta það var bara eitthvað heyrðu ég sagði bara heyrðu white boys það er bara kortir við 3 hérna það er ekkert í gangi mæti á fucking svæðið þetta hefði hendað mig betur að þetta verið morgun en ég skal segja þér þú veist, ég man eftir Auðunni Blöndal 2008, hlaupandi fram hjá mér í körfinu, ég hugsaði bara, djúvitur hann bara, þú eitt samanriki möðvi maður bara átti að segja þarna á því þarna Er þetta father time eða? Já, hvað tíminn er miskunnarlaust kveikindi þú veist, Auðun Blöndal eldist eins og allir Gefðu mér 8 vikna fyrirvara og ég skal pakka Gunnar saman Ok En þá verður að setja ábláka kassa á borðið til þess að draga Gunna inn í þann barða Sko ég ætla ekki að gera Gunni vann mig fair and square og þannig ég er ekki að fara að segja herru já ég var svo þunnur og eitthvað svona það sem að gerist þarna ég fann bara í byrjunleiks ég lappaði fram hjá hann ég hugsaði með mér djöfull verður þetta létt Já ég hugsaði bara strax ég er að fara rúst honum Ég sá fyrstu körfuna og ég sagði herru þetta er nákvæmlega sagur þetta er þið ég hef búin að segja allar þú mútið gera það Nema það svo tek ég skot í næstu sókn klikka og hann byrjar að bakka inn í mig og ég bara fokk hann í þungum maður og bara djöfull þetta erfitt og það fór svo mikið, ég setti þetta á Twitter eitthvað þetta er sama afsökun alltaf, en það fór svo ógeðslega mikil orka, ég haldi honum frá körfunni ég kom með blóðbræð í munnum það kláraði blöð af því ég er í svona, ég er að lifta ég er ekki hlaupaformi af því ég er ekki að skvassa lengur við Rikka neitt, ég hef ekki skvassað í 3 mánuði eitthvað En af hverju kvattur okkur í sporthúsinu? Það er einmitt, þetta er rosalega sigurbæði fyrir Inga og Þröst í sporthúsinu ásýtur að tapa af því þú varst alveg útlastur Ég er ekki búin að kveðja sporthús Ég er alltaf alla dag, ég er eins og húsgagnar það er allir bara Ertu all-in núna í ræktinu? Þetta er ekki bara að tala Já, lítur vel út Hann og Sétjó og Pétur Jóhann Sigfússon þeir eru alla daga Allan daginn Hvað í Sílandjín, hvað er þetta? Sílandjín Allir bara leikaþjálfara og svo eru þau bara mættir alla helvítis daga Já, en þetta var, veist það, ég var ekki einu svona tapsár af því að mér langaði bara að það myndi klárast Það er meira á rematch Já, ég er þá bara líka ég er það rugglaður að ég fer all-in Og ég var stressað fyrir hann barða Veistu hvað ég var stressað fyrir? Að þið getur ekki hagað ykkur Af því að þetta eru ykkur 2 mestu skapofsa menn sem ég þekki Þeir voru rólegir Þið voruð rosalega svona Sko ég hringdi í Gunnar Birgis rétt áður en bardaði hófst og sagði bara við hann herru, skulum vera alveg helviti flottir við skulum ekki vera eitthvað að æsa mannskapinu Já, ekki að djóka Nei, ekki að djóka, ekki bull Og hann sagði bara Ég var alveg hræddur að yrði allt gjössanlega geðbil En þegar þú ert orðin það þreyttur að þið langar bara þessi búið þá er keppniskapið farið sko. Og þá fann ég bara kannski er það father time eins og þú segir Mér langaði bara að það myndi klárast Það er til gæja sem eru sko 20 árum eldri þú sem hefur ekki búin að anda og nös eftir eitthvað one-on-one sko. Ég þarf að koma aðeins betra að kenna kennitölum allt sko. Nei, true En það er sama, ég man eftir þessu kvikindi en svo fór ég að hugsa það er reynda 17 ára síðan það er bílpróf síðan þá sko. Sko við 2008 ég fór að hugsa til þess tíma Ég var eitt samanreikin vöði Þetta er Fit for Life tíminu þegar við vorum í liftingateiminu Fit for Life við 3 Það var Myndi sem blöð postaði á hann á Instagram og
Og eggs, þetta maður tekinn í gær. Við skelltum okkur og skallið í gærfélaginu. Þetta tekið í Baugakór. Þetta tekið í Baugakór 1923. Og ég í reyndar í all time low andlega þarna. Þú veist ég fínu standi líkamlega. Hvað var að plaga andlega? Ég var náttúrulega ný bara hættur. Já, ný skilin. Það var allt í tóm tjóni á hjóksunleikunum. En ég var að mynd á límdi maður saman á sér andlitið og sagði já Hver fekk það great honor að taka þessa mynd og þetta vel tekin mynd Já Sko þetta Þetta er fyrir síman Við erum ekki með eitthvað celebrity þrífótana Ég er ekki með myndir hana en er DFT-safnum mitt hana fyrir aftan Já, það er fyrir aftan Sérst það? Já, sérst hana Áttur er mjög virt safn Þetta er rosalasta safn og mikið af svona box collections Við sko við Ég kefti alltaf King of Queens í box collection Það er eitthvað FS-bólur annars síns mér sko Nei, þetta er DFT-safnum mitt Þannig var ég búin að aðfara allt í Er þetta harðast í hjöppin, Baugakórsjöppin 2008-2009? Já, ég held að þjóðin Ef það erum í tónlistamennunum okkar núna, ég var að spyrja Er þetta svona þinn harðasti tími? Já, myndi keira með mig fyrir Baugakórin Ég hef ekkert farið rosa mikið ánga síðan sko. Nei, mikið minningum Það er naflin og henni Baugakór Já, það er helst að ég þurfa að sækja naflan Það talandi topp menn Naflin sjátt á djúvillir hann Það er minn maður Veist hvað ég var að gera Ég fekk business-umið, vaknaði með hann á miðvikudagsmorgun og hljópt til naflas sagði bara við hann, heyrðu I got an idea Þegar ég er að horfa á hvað Hljópstu 7 kilometra til naflas Já, ég hugsaði bara Þú sagði þetta á ensku? Nei, ég sagði bara við hann Ég sé bara tekjurnar hjá Önnu Blöndal og Steinda á þessum görum og hérna Everús og Hjálmari og þessu lið og þetta er liður að mala gull Hvernig væri það að ég fara að selja þig og Guggu í gúmubát í veislur? Þið verið veislustjórar. Það eru góða veislustjórar. Já. Ég myndi fíla að fara í veislu þar. Já, frábær hugmynd. Þetta er hugmynd sem ég fekk. Þetta er bara að fara að byrja. Endilega heyrið í mér ef þið viljið fá þau 2 til ykkar. Ég tek ekki nema 3/4 af því sem að þau taka. Þú tekur 30%. Já, tekur 75%. Tek 75%, já. 3/4, já. 75%. Þeir 75, þau fá 25. 12,5 haus. Ég bjóð þetta brann til. Auðvitað. Það er bara fair. Ég held þetta að vera geðveikt dæmi. Það er sko, ég var einhver sem er ekki búin að klára banna að hlæja þá ætla ég nú ekki að segja sigurverðan í seríunni en að mínu mati eru Gugga í gúmmibát og naflinn sigurverðanir í banna að hlæja seríu 2, 100%. En við erum með helviti þéttan þáttan ykkur í dag, kæru hlustundur. Kitty Mag getur dottið inn á línuna. Hvað ætli sé langt sen við heyrðum í henni? Það er helviti langt eða ekki. Það er sjöfnilega 10 ár síðan að Kitty Mag hefur eitthvað verið að tjá sig. Hún var náttúrulega á létt 96,7 veit ég í mörg ár. Já, það verður forunilegt að vita hvað hann að gera þetta. Fasteignasalan Hún fór eitthvað að læra fasteignasölu eða eitthvað. Gæti við fasteignasalu sko. Við heyrim í hún ættir, það verður gaman að Það er enda að brekka hjá þeim í dag sko. Fasteignasalum? Já, er einhvern tíma að brekka út fasteignasalu? Já, í dag það er ekki að kaupa hennar eignir sko. Ég held að það var alltaf partí. Nei, auðvitað er partí við þeim, það er bara Og Kitty er bara þá góð sölukona líka sko. Svo erum við með spurningkeppni Gilsana sko, allar verðum við í dag. Það eru King of Opos. King of Op, er það því að nú eru The Youngblood Steindi, ekki The Nest. Ég var að hugsa að Hjöppi tilti sér í gæri í sófan í sporthúsinu og vorum að velta steinum og ég var að hugsa ykkur að keppni og hann kom inn á það og værum ekkert eitthvað yngjast King of being an old piece of shit. Það er Hjöppi, samt, það er mesta Opos movie, þú ert alltaf að tala um hvað þú ert að vera gammal. Það gengur ekki. En það var samt, hann myndist á það einhvern veginn þegar vorum að ræða Þegar Gunnarbyrgi sko, þá komið upp úr því sko. Já, aldrei komið með þarna í körfunni sko, það er bara gellur í sporthúsinu. Þær kallar maður alltaf Muscle Dilf. Og þegar ég er að mættur að æfa og svo eru stelpur frá Venezuela þarna, þær kallar maður Grande Papa. Og þar er ég alltaf að lifta einn í hótninu alveg eins og brjálaðingur. Og það er alltaf Grande Papa. Það var líka með Muscle Dilf. Já, það er að lækta það. Gotcha. Muscle Dilf. Grande Papa. Engaþjálfarinn hrósar mikið og skrifstoftíminn kemur sem bara handleggina. Ég hef bara alltaf auðvöld með að stakka þessu handleggina. Já, maður veit alltaf þegar Hjöppi er komin í gýrin. Það fer ekkert fram hjá manni. Bæði tala mikið um það og svo bara, en þú ert öfgamaður. Já, ég er að hvort all in. Það er svolítið þannig.
Þú tekur engan milliveg. Nei. Ég myndi segja svona að við eiginlega svona meiri millivegurinn í þessu. Þið tísið þessum viku að geta bara svona rólega Nei, all in Hjöppi fyrir ákvæmt í próteinkúrin eða hann bara snakkju öll mál. Það er Tippabæjar kúrin eða þennan kúr En ertu að berja í borða og segja, herðu, what do you got under the counter? Ferðu þannig? Nei, ég í Sheeran Jeetinu Ég kom mikið þessu heimalæja I love it. She like it too. Þú veist, ef ég vakna ekki með að morning wood alla mótna eins og blöðurinn kallar Þá veist það eitthvað þá ekki sáttur Hann kallar það morning wood Blöðkallar það Ég byrja á því. Herðu, við erum þekkir ekki. Þið hefur aldrei keppt í því. Þannig að það verður gaman að sjá hversu vel þessi drengir sem eru búin að hvað eru þið búin að vera besti vinni lengi? Hvernig kynnist þið félagarnir? Svo búin að þekkja hann síðan var svona 6-7 ára en við svona, það er ekki fyrir en að við förum upp í lærða saman Það sem að verður alvöru vinskapur. Vorum ekki saman grunnskóla? Nei. Ég var í sko peningaskólanum Snæðarskóla, hann er þarna í Dýrahúsinu. Ég er Dýrahússkóla. Er það peningaskólinn? Snæðarskóli? Já. Nú þekki ég þetta ekki. Og hvaða skóla varst þú þá í? Það var ekki mikil peningar í Dýrahússkóla, það er rétt hjá Hjöpar sko. En Hjallaskóla var ennþá minna cash þar sko, það er með engi Hjallan þar sko. Og já, þetta er marga félag engi í Hjallaskóla líka sko. Við dreifðust félagarnir svo saminist og allir í MK. Það kostum við vera á króknu, það var bara gagginn sko. Það var ekkert eitthvað Það fór ekkert eitthvað eftir hverfum, bara allir í sama gagganum sko. Herðu, við erum með líka okkar besti menn, Fannar og Benni eru að byrja með nýjan þátt á Sín í kvöld. Við veit ekki hvort hann sé komin inn á Sín Plus núna. Ég peppa við, loksins skemmtilegur talkshow sem það vant að heldur lengi hérna á hann að klaka. Og þeir ætla að koma hérna og ræða við okkur þáttin sem fer í lofti í kvöld og er á Sín líka, náttúrulega að gleymistundum að það er búið að opna, þetta er í opinni dagskrá. En þú getur horta á, þú ert ekki að vera áskrifandi. En hérna bara örstunda þegar Tíblu er 6 ára. Í hvað skóla er það? Teddy? Fossvogsskóla. Hann er í Fossskóla? Ef hann reykir Fossskóla, þá geta hann mögulega að fara í Snælandsskóla. Já, bara tekur hann, sko, ég hef engar áhyggjur að Teddy fyrir reykinn. Matteo geta endað í Snælandsskóla. Hann er bad boy hérna. Já, það er smá munur hann. Næsti skóli ábúinlega við. Þú þurft að færa hann yfir í skóla í Kópavoginn. Við munum flakka á milli nokkra heldur. Hjöppi var með leður hans í skóla. Sko, party hans. Hefur sér myndir að þetta Napoleon Dynamite? Já, það er leður hans. Það er bara alveg eins og leður hans. Það var eiginlega a tiny little nerd í grunnskóla en mjög svalur í dag. Og musician. Ef þú hefur sagt við mig sko eftir 30 ára þá var hann búin að fara í tattoo, massaður og hárigræðslu. Forget about it. Ég aldrei trúa á þeim tíma. Við erum líka með, herðu, ég var búin að gleyma þessu. Það er hérna, hver á röddinu umferðinni er með að comeback. Það hefur ekki verið lengi. Þannig að, já, það er bara no pact. Má ég fá óskalag? Já, sko, ekki fyrsta lagið, þú mátt fá óskalag eftir. Jólalagið mitt. Þið veitir hvert jólalagið mitt er það, ekki? Hvað er það? Gískiði? All I Want for Christmas. Nei. Hvað er það? Gilsari Gískar. Eitthvað til líka jólalag. Eitthvað til líka jólalag? Muscle Bells. Nei. Driving Home for Christmas. Það er enda rosalegt lag, ég geti spilað fyrir það eftir. En miðasala er hafinn í Sjallan inn á tix.is. Geti fengið heyra Driving Home for Christmas. Ég skal setja það á fyrir það eftir. En við erum að reyna að plugga núna. Miðasala er hrattast að, það hefur alltaf verið uppselt. Tryggja ykkur miðin á tix.is, Sjallinn 13. des og já, þar verður þetta tekið. Topp tónlistarstöðin FM 957. Hvað er besti? Það er að sjálfsögðu Guð. Þetta verður tekið í Sjallannum 13. desember. Miðasala inn á tix.is. Já, þetta er, sko, höfum við að taka jólalög hérna í Sjallannum með það? Já, tökum Muscle Bells. Já, tökum líka jólalag MC og Stoney. Alveg rétt. Og sko, síðan var Johanna með okkur. Við erum alltaf með nokkuð jólug. Já, það má ekki gleyma því að Johanna er ekki með okkur núna en St. Pete. Já, sem er það er ekki bara kóngurinn og Akureyri. God damn it. Já, heitasti rappari landsins. Honum þau eru að rjúka upp. Þegar allt er leiðið niður, þá er hann vel græt sko. Já, hann er vel græt og hann ætlar að taka Sjallan með okkur. Þannig að tryggja ykkur með það inn á tix.is. Hvað er Hjöppi núna? Hjöppi er það sem sagði, Bad Boy Radio. Já, hann fer bara ef hann sýnast. Hann er bara fyrir eitthvað, svo kemur hann bara nennir að koma tilbaka sko. Já, if he feels like it. Svo má ég gleyma, svo er Manswes og Dr. Victor líka með okkur hérna. Já, þetta verður í Sjallanum sko. Alvöru veisla. Ég er peppaður, við fyrir alltaf í skóaböðun sem eru, já, ég myndi segja bestu böð landsins en ég samt, það þarf að koma faglega gagnrýni í blöggast núna. Ég fór í Laugaráslagún sem er hérna hliðan á. Þú gleymdir að koma með að síðast þrjóta að slakka og Friðheim og þar. Já.
Og það er engin betri að koma með faglega gagnrýni og ég þarf að koma inn í blöggastunu þegar það er margir að velta fyrir sig hvernig þessi böð? Takk fyrir þrjóðan. Hvað er pros and cons við þessi böð? Svo þetta bara eftir gamla góða. Við förum til Akureyrar, gistum á KEA, förum í böðin, förum svo í Sjallan. Við erum vanafast. Steik á strikinu. Vissið þú að Egill er vanafastar en ég? Já, ég veit alltaf það. Og það er ótrúlega. Því ég er vanafastast maður. Ég held að sérsta. Ég kannski nart í hælanaður en ég farið inn á Tres Logos og sest á öðru borðið. Það get ég líka. Heldur í alvörinu að ég segja bara ég verð að sitja hana. Já, þú vilt fara á borðið þetta ekki? Varstu byrjar að hrjóta, Hjöppi? Nei, bara talandu þessi böð þetta. Sko, ég virðist vera eini sem er áhuga með þessi böð, sko. White Dick orka sem ég var að reyna, sko. Ég var bara... reyndar ultimate White Dick orkar var þegar að Blöð var alltaf að spila Bubba Mortens í byrjun. Þá var ég... Þú veist ekki að Facebook Bubbi. Ekki rakka niður Bubba á Facebook Bubbi. Já, það er okkar maður. Nei, það er bara svo það er. Já, ég sé ekki eftir neinu þar. En áður fyrir mig slúðrið, að því að við erum nú með sérfræðingi í stúdíónu. Góðu sigur hjá Íslandi í gær. Kom ekkert inn á því fyrst einkomi. 2-0 sigur. Frakkarnir stóðu sitt að nokkur nægi jafntefli á sunnudaginn eða ekki. Jú. Og leikurinn klukkan 5 í Pólandi á sunnudaginn. Hvernig er eins og þessi leikur í Pólandi er fullt af árundum að það frá? Já, því ég held að veri 1000 Íslendingar þarna. Ok. Og þetta verður mjög spennandi að sjá hvað gerist þarna í Pólandi á, þú veist, þetta er þá í, annað skipti sem við færum á heimsmeistaramót. Við verðum þá að vera dregnir ef við, sko. Heyrðu þið rétt, þurfum við að fara í gegnum 2 leiki? Já. Það er viðbjóður. Já, það er alveg viðbjóður, ég áttum mig á því en ef við förum á HM þá verður við að vera dregnir í riðil í ekki segja Miami, það er ekki besta. Það var ekki leðilegt. Og ef að 45-47 dregur okkur til Kanada þá þyrfti ég að taka svona hálftíma fíl út í hann, sko. Þú mútti samt mæta? Nei. Ég veit að það er ekki til Kanada. Nei, það er rosalegt að fara að horfa á Ísland keppa HM bara á Miami, Hard Rock vellinum, sko. Það er beint flug til Miami núna. Hvað myndir þið gefur sér núna öllu ganni sleppið þér? Hvað gefur þessi líkun að Ísland fara á HM? Ég myndi segja 7,5%. Já, þetta er ekki meira. Nei, ég meina það er auðvitað, hversu, þó þetta sé ekki alveg útivöllur, þá er þetta samt útivöllur á móti Úkraínu því að þeir eru að spila lengi í Pólandi. Þannig að ég myndi, og svo er náttúrulega hinnileikinir eftir og meðal annars, sko, eitt af þeim liðinskýta árið fyrir okkur eru til dæmis Ítalnir. Reynum að sleppa á þá. Já. En við allavega byrjum á að taka bara Úkraínu og pakka þeim saman. Já, klárum þá sunnudaginn. Svo veltuðust inn. Það er aðeins skemmtilega þegar landsleikjalið þegar það er eitthvað undir. Maður finnir það. Það var góðleikur gær og ég peppa sunnudaginn. Og elda landslið erlendis í einhverju góðri kerslu. Það grínst. Hvað fá á Miami? Guð með góður. Herru, ég er með slúður handtöku drengir. Ég verð bara viðurkenna. Það er lítið að frétta þessa dagana. Eina sem er eiginlega fjallað það er þetta 70-afmæli hjá Kardashian mömmunni, Kris Jenner. Og það sem er svona mest verið að ræða er að Prince Harry og Meghan Markle þau báðum að láta fjarlægja alla myndir af sér á Instagram. Af því að það fannst það einhvað að það ætti ekki heima á Instagram og þau hafa verið mætt að það er líka eitt, ef þú mætir í svona ammali hvað getur þau bara þá veistu að það er myndir, sko. Þetta er athyglisjúkasta fjölskylda í heimi, Kardashian fjölskyldan, og þetta veistu verið myndaðar þarna. En Kim Kardashian og Kris Jenner báðar búin að fjarlægja myndirnar af Meghan Markle og Prins Harry. Svona steikt. Leiðilegt par. Er það ekki? Jú, ég held það. Ekki sammála. Ég er bara ekki sammála. Svo erum við með DJ Khaled. Hann var gjáð sem að hann kemst í slúðrétna hjá okkur. Another one. Já, hann er núna að mér finnst þetta eiginlega bara svona hálf fyndin grein því að hann ætlar að hjálpa, ekki það sé fyndið með Jamaica, fóru illa út úr hvirfilindi að Hurricane daginn og hann ætlar núna að gefa út nokkur reggae-lög, stendur Reggae Dancehall Bangers og Jamaica fær alla tekjutuna af lögunum. Ég bara svona, okkur sendur ekki bara freka pening. Hvað heldur þessi lög sé að fara DJ Khaled með eitthvað svona reggae-lög að það sé að fara að bjarga í henni? Það fer allt til Jamaica. Já. Sko, ég var á vondustað 2015 líka, ekki bara 2008. Þá var ég á það vondustað að ég beið á Snapchat eftir að DJ Khaled vaknaði. Mér langaði bara svo að sjá hvað hann væri að fara að gera. Bless up og allt þetta. Major Key Alert og Another One og hann var kongurinn á Snapchat. Fan Love og allt þetta, sko. Eru menn ennþá á Snapchat? Eru það á Snapchat? Já. Ég sænaður inn
Já. Ég nota það helviti lítið sko. Ertu að nota Snapchat? Nei, ekki, þú veist, það eru 2 vinir mínir sem senda mér þar. Já, en þú ert ekki í einhver svona grúppum að senda, þú ert ekki að skoða DJ Khaled lengur. Nei, aldrei, þetta á lífi samt. Já. Þú getur samt farið hér og farið í Explore hérna. Þetta drullu gott út. Hvað kemur í Explore? Er þetta basically bara eins og að vera á Reels? Nei, þetta eru fréttir, já. Þú veist, það eru mikið hérna til dæmis frétt á Corey Chase, My Husband's Love That. Já. Corey Chase, þið veitum hver það er? Nei. Já, góðu blöð. Ég elska þennan blöð. Þú harðasti Corey Chase maður sem þið ekki, sko. Þá veist eitthvað bara, Hjörvar, þú nýtt hérna með Corey Chase og Brandy Love. Það ætlaði bara smá að tjekka á þessu. Og bara, ok, blöðurinn, já. Það er bara... Þetta er svo mikið lík. Ok. Ég hef aldrei sendið á þig. Ertu bara að sjá eitthvað með Corey Chase og hvað er þetta? Brandy Love. Já, nei, ég hef aldrei gert það. Sverða. Ég sverða það upp á börnum. Ég hef aldrei sendið á þig. Herru, varstu búin að sjá þetta eitthvað með Corey Chase? Hvað er þetta rugglar? Já, DJ Khaled, hann er að gera sitt. Svo er þetta bara, Adele er að fara að leika. Það er bara, lélegt slúður, drengir. Ég verð bara að vera hreinskilinn. Ég sagði það við ykkur hérna áðan. Eina sem er mest áhugavert sem er í slúðurinn núna er að Charlie Sheen ávist eitthvað besta memorabilia safn sem menn hafa séð. Okay. Og það er komið í fréttin núna, hann er í öllum podcastum að þegar hann var með Tiger Blood og allt þetta upp á sitt Vesta eins og hann kallar það sjálfur, þá var hann að kaupa fullt af svona memorabilia sem er allt búið að hækka vel í verði. Okay. Þannig að það voru víst í öllu ruglunu gerðan smart, veist, þetta er eins og að kaupa bara listaverk og eitthvað svona og allt sem hann á núna er búið að hækka vel í verði og hann var að tala um það verið eina skynsama sem hann gerði þegar hann var bara á þessum alvöru bendir var að hann var að safna memorabilia og eina, mér langaði að ræða þetta við eigið þið eitthvað svona áttu Hjöppi, þú ert náttúrulega típan áttu eitthvað svona, eitthvað memorabilia tengt United eða eitthvað svona Nei, ekkert svona eitthvað geðvett. Ég gaf Eiðsmára í gær flaggið frá, eða semst það er alltaf svona fáni í byrjun leiks fyrir landslíki. Ég sé þeir skiptast svona flöggum. Já. Það var svona franski fánin, 8. úrslit Ísland, Frakkland 2016. Hvar fékkstu hann? Ég semst fekk hann til að gefa Eiðar. Af því að, þú veist, ég sagði alltaf við menn, Eiður hefur ekki áhuga á þessu, hann kannski en svo var hann held ánægður með þetta sko. Já, Eiður ætti nú ágætis memorabilia að myndi nenn að hugsa það sem hann fengið sko. Hann geti passað, já hann skipta á nokkur Stóni er svolítið okkar maður í þessu. Já, hann er safnarinn hérna í hópnum sko. Hann er horter sko, hann er bara bílskurna sem getur ekki labbað inn í hann sko. Já, ég held samt svona að maður eigi að skoða þetta að safna eitthvað memorabilia. Ég sko, í uppbóðum og eitthvað svona. Já, ef þú kaupir þetta núna, þetta er bara eins og að kaupa málverk. Þeir eru úragurar, báðu þeir. Já, veist, ég á 1 úr Hjöppi á svona 7. Nei, ég á ekki svona Áttu 7 úr? Nei, já, hann er að bulla nú Einhver einkomum maður. En hérna, ég er með annars slúður. Hvað er með? Bara ég get ekki sett nafni. Má ég kalla hann Jón? Já. Okay. Kalla hann Jón. Félagi minn heiti Jón, þá fór í sundum daginn, heitapottin. Já. Ok, fyrir heitapottin, sem þetta að vera í Vesturbæðalög. Ok, gott og vel. Það kemur kona í pottin til hans. Leggst í pottin, þau fara að spjalla, segjum að hann sé ekki, hann er ekki með bílpróf, þar að því hann er svona lista típa. Þessi Jón? Já. Bara segjum, köllum hann bara Jón. Ég veit það, já. Og hún segir, hérna, og ekki bara býða þetta frammi og við förum síðan eitthvað. Og hann bara, jú. Hún býður eftir hún, keyrir með Jón heim til sín, það gerist það sem að gerist þegar 2 fullorðnir einstaklingar koma saman. Og svo er því lokið og hún skuttlar hann aftur heim. Hann sagði mér frá þessu og ég sagði við hann, ég gæti farið í heitan pott svona 3650 daga í röð og þetta myndi aldrei gerast í mínu lífi. Og hann var bara með 10-11 póka, bara plastpóka undir dótið sitt, settist í bíl hjá henni, keyrt heim til hennar. Það var klárað, keyrður aftur heim. Ég sagði við hann, þú var áttað á hversu bilað þetta er fyrir mér. Ég gæti setið í Kópavogslaug 365.000 kvöld. Aldrei reyndu þig? Nei, Hann þekkti, þessi Jón, þekkti þessa konu ekki neitt? Nei, hún bara fór við stöðuna í heitapottinum og það gekk svona glimrandi vel að fara við stöðuna. Ég sagði hann, þú áttir ekki í hvað forvöldastöðu þú ert í, því að þetta myndi aldrei gerast í mínu lífi.
Og þetta svona eitt af skipti sem Það eru til nokkur, við höfum allir verið í kringum, eins og þú segir, við erum mótið nettir Opos, maður þekkir alveg nokkra sem lenda í bara svona hlutum sem að myndi aldrei koma fyrir mig heldur í alveg maður myndi einhvers að sitja í heita pott og bara svona herðu, ég var bara heim svo bara, ég myndi bara fá nett tauga, ég myndi bara stressast að drupa að gera hvað. Heldur ég í Kópavogslauginni liggjandi þar og það kemur einhverju, bara glemdu hugmyndinni, það er geðveik hugmynd og allt aðeins. Þetta var gott íslensk hljóð. Þetta er bara gerst bara daginn. Þetta er bara nýlegt. Já, þetta er Hvaða laugu var það? Við fáum mismunandi spil á hendi. Já, þetta því að það þarf að spila. Já, þú meinar að Hjöppi sé vitlausara laug? Ég var að vera í réttu laugu, Ég geti verið 36.500 kvöld í röð í Vesturbæjarlögu og þetta myndi aldrei gera sko. Það er alveg saman hvað sé Salalögin eða Vesturbæjarlögin. Og ég get verið þar og það gerist ekki neitt sko. Ég tengi það, en við skuldum auglýsingar og svo ætlum við að fá Kitty Mag á línuna, þannig að ekki missa því. Topp tónlistarstöðin FM 957. Þetta er að hlusta hér á FM 957 á FM 957 og ég held með þess að þetta lag hafi verið upp á sitt vinsalast þegar Hjöppi var á 50. Rihanna með Diamond. Rihanna, er það ennþá í spilunni? Rihanna, það er svona dettur inn 1 og 1. Já, spilun eða bilun, Rihanna er í spilun hjá okkur, en annars erum við í þrjusgýr hér drengirnir og sko, það er fólkarinn að hringja inn. Ok. Á ég að opna fyrir síman eða? Já. Má sjá. Það ekki? Jó, tökum hérna eitt, má sjá. FM? Sæll og blessaður Blöndal. Hver er það? Þú þekkir þessa? Nei. Þú ættir að þekkja þessa. Þetta er Kitty Mag hérna sem var lett 96,7 hérna á árum áður. Kitty Mag, hvað segir maður? Herðu mér ánga bara hringin og þakkaði fyrir hennar frábæra þátt. Já, takk fyrir það, fallega sagt. Það er svo gaman að hlusta á þig og strákana. Þið eru svo mikið kast. Við erum svo Það er gaman að hlusta. Já, takk fyrir það maður. Maður er að fylgjast með þér í raun og veru á öllum miðlum. Já. Ég er að fylgjast með þér á samfélagsmiðlum og þú ert svo mikið kast. Já, takk fyrir það Það er svo maður. gaman að fylgjast með þér. Takk fyrir það. Ertu ekki góð? Mér langar að pósa fyrir þættina þína. Nú. Veitu hvernig dettur þetta í hug? Ha? Banna að hlæja það. Annað að hlæja dæmi. Já, það er gaman að þessu. Þetta er ekkert kast. Já, hvað er að frétta þér? Það er allt gott að frétta. Ég var að koma á golfferð. Já, hvað varst í golfferð? Herði ég fór til Alabama. Alabama, já. Já, kærasti minn býr í Alabama, eða semst er frá Alabama. Ok. Og já, fórum að því bara flotta golfferð og áttum að æðislega stund. Það er gaman að heyra það. Þetta golfa? Já, Tyrell er svona að minna fyrir golfið. Tyrell? Svona segir stundum. Já, Tyrell. Já, maðurinn? Hann hérna, já. Já. Hann er svona hrifnur af 19. honunni. Já. Já, já. Það er bara svo það er. Það er alltaf að taka ekki dræfur með á hana. Kannski að taka ekki dræfurinn með á hana, segir stundum. Já. Á 19. honuna. Akkurat. Þannig að allt gott bara. Já, ég hef haft svo gaman að bullinu í ykkur, sko. Já, það er gaman að heyra. Það er líka þegar þá tala um þetta, er það ekki hann Egil sem að það tala um að pekka? Að pekka, já. Eitthvað tíska núna, sko. Hann vil meina það. Ég er svo gammaldags, sko, ég er bara að láta krímpæja, sko. Þannig að ég hef ekki verið vola mikið fyrir þetta, ég skilir þetta ekkert, sko. Það gengur að fólki Blöndal. Ég veit það ekki. Þú ert bara old fashion, maður. Blöndal, Já. það gengur að fólki. Ég veit það ekki. Þetta er svo Svei mér það. sérstakt. Það er fólki dettur þetta í hug. Já, þegar þú segir það, maður. Þetta var gaman að þessu núra komið sér dagatöl. Dagatöl, já, jóladagatöl og svona. Já, og þetta er svo snið, bæðið svo lost er að gera og þessar búðir. Já. Þetta snýst nú það 24 mismunandi hluti til að tróðu fyrir að skatta þessu. Nei, ég segi svona, þetta er svo skrýtnir tímar. Það er í gangi Blöndal. Já, þetta er skrýtnir tímar. Þetta er kast. Þetta er kast. Mér langaði bara að flósa einum fjölmiðlamanni sem er að vaksa og einhvern veginn er að fara fram í á fólk. Hver er það? Það er strákur á hérna Ríkissjónvarpinu og voru afsakað það Blöndal ég sé að hrósa þeim. Nei, auðvitað, við bara höldum öllum. En það er þessi Gunnar Birgisson. Já, Gunni. Óbúslega hann flottur. Það er toppnáðingi. Og sérst eldri stelpan mín, hún er voðar hrifin á hann. Eldri stelpan, já, ok. Já, hún er alveg svo leiðis. Það var einhvern tíðan þannig að hún var hrifin á Blöndal. Hún er snýstarið voða mikið Gunnar Birgisson. Já, þetta gerist maður. Hann er líka svo flottur í tauginu. Já. Og svo er svo vel að máli farinn. Og hann er svo almennilegur og kurtis og hann hitt hann í Smáralindinni
Það var ekkert almennileitin. Man, gott að heyra. Anna væri nú skrítið. Mér langaði að prófa. Kitty, hvað segirðu? Þú varst aðeins þetta út? Það er ekkert mál. Nei, það er bara svo gaman að mér langaði bara að hrósa þér. Mér langaði að hrósa bara ykkur í FM 95 blöð. Já, takk fyrir það. Mér langaði að hrósa Gunnari Birgissyni. Já. Og svo eldri var nú held ég eitthvað aðeins að ég veit nú ekki hvort það megi segja svona. Ég held að það verið að fróa sér yfir íþróttafréttunum daginn. Hún var hann stóð sér svo vel í körfuboltanum í sumar. Hver, Gunni? Hún þurfti alltaf að horfa á leikina einn. Já. Þá þurfti alltaf að horfa á leikina einn. Ég skildi ekkert af hverju. Ég segi að við ætlum að horfa á þetta saman. Það var bara þannig þegar það voru að spila þetta í Pólandi. Þá var alltaf lokað hurðinni. Já, hjá dóttiðinni. Já, þannig að hún var hrifin og hann var flottur og hann þekkir hann að stráka eitthvað. Þú ætti endilega að byrja eitthvað flotta mynd og kannski aðeins litla hverju. Ég skal gera það fyrir þig, Kitty. Og svona í hans anda þá einhvern veginn kemur ekki óvart að hann tæki bara vel í það. Já, auðvitað, hann mun taka vel í það. Annars bara hrikalega gaman að heyri í þér og gott að sé allt bara upp á 10. Ég hef ekki heyrt þig svo lengi. Já, menn þá gæði líka bara aftur að þakka þér fyrir bannaðan hlæði. Já. Það skemmtilega þættir og alltaf að að gera þessa flottu hluti. Takk fyrir það, Kitty. Og ég þakka bara til að fá að sjá þig næst. Það er bara sömulegis. Það er bara óbúslega valega. Ég gera það og bara... Takk aftur þig frábæran þátt. Takk fyrir það, ég heyri þér. Gamla heyri þér, Kitty. Takk. Takk, bye. Það held ég við þökkum Kitty Mag kærlega fyrir langt við heyrti Kitty. Já, hún er bara í Alabama í golfferðum og já, þurfum að heyra oftar í henni. Hvað var hún að segja? Var hún að hlakka til að fara á 19. hóluna? Já. Hvað minnir hún þar? Það er góð spurning maður. Egil, þú ert svona aðal golfurinn á okkur ekki? Ég er nú að tala að skella sér á bak. Já, þú meina. Já. Ég manna Kristinn Pálsson sem er sölu maður og kynningsvíkill í sporthúsinu Kópavogi. Hann talaði mikið um þetta sko. Á 19. Já, ég var náttúrulega alveg að kveikja. Og hann líka stundaði samlífeinu sinni á 9. hólu á þjóðhátíð á golfvellinum. Það er skemmtileg. Já, gott slúður í gangi. Við skulum henda bara á Unstoppable hérna. FM 957. Það er ég Unstoppable. Þetta verður tekið í sjálfanum 13. DS. Tryggja ykkur miða inn á tix.is. Annars eru, Auðun Blöndal, Egill Einarsson og Hjörvar Hafliðason með ykkur á þessu föstudags kvöldi, á þessum föstudegi. Og drengir, ég er að spá að henda ykkur í lið sem að ég er allavega spenntur fyrir sjálfur. Það er þekki eða ekki. Og þegar eins og við komum inn á hérna í byrjun þáttar, þeir eru búin að þekkjast lengi. Sen voru 6-7 ára, en farið svo í MK og þar verið góða vinnir. Já. Vorum ykkur 5-6 ári í MK og skemmtum okkur konur og góðu tími. Það er svo sveppi, hann tók 5 ári í FB en útskriðast ekki. Hérna, lagið er komið undir. Hvor eitthvað vill fara fram og undan? Já, það var spurning. Við tók ekki byrja Hjöppi bara. Hjöppi? Fram og hóðið sík og bara. Ég tekur prentarann og við svona veifuð þegar þú ert að koma inn. Ok. Hjöppi fyrir fram og undan. Hérna er ég með Skal byrja þetta. Já, líka þekkir þetta. Já, ég ekki þátt á þér. Þetta er hérna alltaf samt eins og ég er margóft töðið yfir hérna með þetta krefjandi liður, hann er skemmtilegur samt. Hann er samt ekki erfiður núna því þetta er meira svona bara hversu vel þið Hjöppi þekkist. Og það er engar rassaspurningar að neitt hann. Ertu tilbúin? Þá ætla ég bara að byrja. Hvað elskar Hjöppi? Hvað elskar hann? Já. Þetta er allt spurningar svona, veist, ég er að spyrja þig um hann. Bara almennt eitthvað. Já. Bara hvað er það fyrsta sem kemur upp í hugan hjá þér? Hann elskar óholla mat. Bara skyndibita þá. Já, óholla, já. Og hann elskar líka hollan góða mat. Hann elskar bara the finer things in life, sko. En, þú veist, hann elskar snakk. Hann elskar red wine, cash. Hann elskar ekki bara red wine, heldur annað áfengi líka. Ekki mikið samt í light beer, svo við félagarnir. Hann er eiginlega hættur í björn. Já. Elskar golf og fótbolta. Já, þegar þú segir að fótbolti. Þannig að þú veist alltaf, ég minna, hann alltaf bara, hann er fárveikur með fótboltan. Hann horfir á alla leiki. Bara frakk, ég er að hlusta á Dr. Fútból, þá er að horfa ykkur að leiki í fyrstudildinni í Frakklandi. Já, bara ekki horfa á þetta er ástæð þegar hann er Dr. Fútból, sko. Hann er bara veikur með þetta að gera, sko. En já, hvert fyrir hlustundur á Dr. Fútból, hann er all-in. Hvað kom fyrst, hvað ætlar að segja? Þetta er óholla matur, rauðvín, kass, golf og fótbolti. Fæ ég ekki bara, ef maður segir eitthvað þessu, fæ ég það ekki bara... Nei, þú ert að hjálpa honum með að segja svona mikið, þú veist það. Já, ég veit, ég er stemningsmaður í dag. Ég nefnir ekki að segja eitthvað eitt. Golf. Golf, fótbolti, cash, óholla matur og red wine.
Sjáum bara hvað segir hann. Já. Og rauðvín. Vá, hann hlýtur að fá stig. Já, ég veit, það var skrítið hans. Þá næsta, hvaða bíómynd tengjur mest við Hjöppa? Nú erum við búin að þekka lengi, hvaða svona mynd svona... Við vorum alltaf mikið svolítið hérna back in the days að horfa á movie sko. Já. Þess að poppaði fljótt upp var A Night at the Roxbury. Við vorum með our signature dance sem við tókum á sportkaffi. Já, ég bara eftir sportkaffi. Ég leitaði að 2 tönnum einu sinni á 4 fótum sko. Það var það low point in my life sko. Við erum eitthvað séð tennur hérna. Við sérstaklega gátum tekið dansinn sem að voru að taka hann á skemmtistöðum. Það sem að þeir þú veist hvað dansinn tala hausinn fest svona. Já, ég hlakka til að ræða þetta eftir við hann. Night at the Roxbury. Já, en svo líka það Rocky 4 poppa líka upp True Lies og Basketball. Þetta svona myndi sem að alla 4 eru svona par einhvern veginn hvað bíómyndi tengið mest við henni. Ég þarf að segja einhverja, ég ætla ekki að segja allar eins og nei, eins og já, segðu bara eina. Ég ætla að segja það er annað Basketball eða Night at the Roxbury. Ég segi þá getur rætt hans, segðu Night at the Roxbury. Ok, ef þú mætti velja einn líkamshluta af Hjöppa yfirfæra á þig, hvað er þið fyrir valinu? Hvað viltu taka frá Hjöppa sem að myndi svona hjálpa annarkvort andliti eða líkamann? Hann hefur alltaf verið með rosalega góð þykkt og uppallegjum. Ok. Er alltaf verið mjög impressive. Já. Veist hann bara, þú varst í Fit for Life. Já. Hann krullar einu sinni og kom með alveg 46 cm handleggi sem er óþolandi. Ok. En svo er annar líka spottur sem hann talar sjálfur mikið og er mjög stoltur af sko. Þannig að ég veist leiðild að þurfa að segja því að það er hakan á honum með það er helvitis hakan á honum maður. Það er eins og hann að láti Hannes lítalækni búa hana til og það er vel gerð sko. Hann vil meina sem er dýrustu högu í heimi. Þetta er með manly chin. Ég hef aldrei þykki eftir því, hann er bara alltaf að tala þetta. Já, veist þetta er heldur í alveg að fólk þakki eftir. Fólk borgar serious cash. Nei, hann segir það bara. Nei, ég er að segja það, hörðu, það er bara, mannstættir enda mýfustelina rín þegar að Jim Carrey fórið búa til högos þegar Hank fannst að vera með weak chin og svo, það var lítilega sem gerði það bara álur pening fyrir það og málið er að hann fekk þessa högu í vöggugjöf sem er rosalegt og mér finnst ég líka verið með frekar weak chin þannig að ég myndi stela henni. Þú ætlar að taka höguna? Hakan, ok. Það eru þá að síðast það. Já. Hvor ykkar, þetta er eina svona hvor ykkar spurningin. Hvor ykkar var meiri höstler í MK þannig að þið verður svona bestu vinnir? Það er Hjálmar Hafliðason. Það er Hjöppi. Var hann alveg með allt upp á 10 þarna? Já, sko, hann vann slagorðakeppni þarna í skólanum sem allir nemur tóku þátt í. Hann reykt hana. Hvað var þú slagorð? Grímaði gríma. Það er ennþá bara að nota það í dag, sko. Og ég ætla að vona bara að sé að fá a commission fyrir það atriðið, sko, því að grunar hann ekki tekið, hann ekki heyrt og tekið það vörumerki frá, sko. En sko, það fór alltaf hliðina í skólanum og eftir það var hann eiginlega bara ekki með buksunar uppi, sko. Vímaði gríma. Ofan á það, að hann var að jock, var ekkert eðlilega góður í marki í fótbolta og var eiginlega fyrirliðið jock, sko. Þannig að þarna var hann algjörlega in his prime. Jóti slagorðið, þú veist, þannig að hann átti MK. Góður í marki í fótbolta, hávaxinn huggulegur, þú veist, það bara, ég átti ekki break, sko. Ég trú þér. Herru, fara og skiptið hann. Takk. Þá hækkum við aðeins í okkar besta fólki hérna. Ég með Hjöppa brendar á hann. Stara þarna á hann. Kemur Sein Malik, röltandi inn. Hvernig ertu? Ég sé gott. Það ekki? Jú. Oft kósi að vera bara eins 2 smástund. Já, það er alveg fínt, sko. Já, aðeins það svona. Þannig að þú ert góður. Já, ég er mjög góður. Það er fyrsta spurning, tilbúin. Þú þekkir nú reglur í þessu. Hvað elskar Egill? Hvað kemur svona, hvað poppar upp í hugan? Rimjob. Ekki það svona fyrsta sem að kemur upp í hugan mér. Það hérna, sko Vá, ég held að það sem að Gilserinn elskar er bara ef ég myndi alltaf að vera bara fullur í sól. Fullur í sól. Ég myndi halda að vera svona sem að gott svar. Sko ég gæti alveg sagt eitthvað svona með tímið með fjölskyldunni jóli eitthvað en þú veist ég myndi svona halda
maður færi virkilega inn í það hvað hann finnst gaman, þá veit ég alveg hann í S-inu sínu þar. Ég er sammálaðsværi. Þá er það næsta. Hvaða bíómynd tengir mest við Egil? Það eru mjög marga bíómyndir og það eru þetta, þú veist. Hann kom inn á það, þið voru mikið að horfa á myndir. Mikið að horfa á bíómyndir saman, bara séð alla myndir saman. En svona svo mynd sem ég myndi svona tengja svona okkur tvo saman væri Basketball. Basketball. Við höfum hort á hana mjög oft og Squeak Little Bit Scolari á bíla svona einn af þessum karakterum. Unfortunately. Já, ég meina hann bara, þú veist, við höfum hlegið óheyrilega yfir þessa mynd. Sko, hin myndi væri hins vegar Tango and Cash en nei, ég sé ábla Basketball oftar. Basketball? Já. Hefur þið tekið, að því að þú talaður það sem hann elskar mest er að vera fullur í sól. Hefur orðið var við það þegar hann að taka sömu línuna svona 700 sinnum þegar hann er komin í það í sól. Já, rifja upp svona sama atriði. Já, og segir það aftur og aftur og aftur. Já, ég var... Það er stemming. Jú. Ef þú mætti velja einn líkamsluta af Agli og færa yfir á þig, hvort sem það er bara, handleggi, fótleggi, magi, andlit, hvað myndir þú taka? Já, aldrei andlitið. Kannski eitthvað af handlitinu? Nei, alls ekki. Bara ekki neitt. Þú vilt ekki sjá það? Sko, því að ég er náttúrulega líka bodybuilder. Það sem að, og ég er mikið að vinna með bicep-krullur. Svo tek ég negatífin á móti, sem er trícepin. Og ég er ofta supersetta og giant setta á tríceps bara til að fá þið fullkonna pump. Já. Ég ætla að gefa Agli það að hann er með mjög stóran tríceps. Þú myndi vilja taka hann? Sko, ég myndi vilja taka trícepið á hann með raskatið. Ok. Hann er með svona útstætt raskat sem að ég var alltaf með, sem að fariði núna. Spárið mikið í því? Nei, en ég bara man eftir hvað var gaman að vera með útstætt raskat. Já. Sem að fór bara með fótboltan. Já. Saknar fótboltans? Já, ég saknar svolítið hellings en ég er... Ég var að hlusta á Dr. Fútból sem að þú varst að tala um, ekki það, ég veit að ég ætla að býða við prenturann, en þú varst að tala um að þú var stressaður fyrir leiki og nefnir ekki bara... Ég hefði helst vilja sleppa leikjunum, sko. Já, samt saknar þess að vera... Já, ég líka, það var sko tilfinning eftir leik, sko. Þetta er bara svona, þetta sem ekki viðbjóð, þú veit bara... Ég myndi að eins og verið Karius, markmann Liverpool. Eftir meistaradeildina. Þú veist bara, ok, komst ég náðu því leveli, en þú getur svo auðvitað fokkað öllu upp. Bara fyrir öllu liðinu. Margir að ferðast halvan hnöttin og horfa okkur eitt leik og svo kemur bara helvits markmann og fokkar öllu upp fyrir þér. Já. Þetta er alveg ábyrgð. Þetta er alveg ábyrgð, en ég ætla að segja trícepin á Agli. Trícepin. Þetta hljómar eins og ég sé eitthvað að pæla í þessu, en ok. Nei, þetta er gott. Ára síðastan. Hvor eitthvað var meiri höstler í MK? Þú eða ég? Já, þú veist þetta var eins og að bera saman Neskjöpstað og New York, sko. Gilsen var bara óstöðvandi á þessum tíma og Hjöpsuneggerinn því miður þrátt fyrir að vera til í slægin þá var ekki eftirspurnin var lítil hann pakkaði því saman. Já, ég meina bara Gilsen var bara sjóðandi heitur eins og í MK. Já. Hann bara fór að vera með eitthvað fjólublátt hár og það var svona, maður áttaði sig á því þegar stelpunar og konar glasa þá vildu þær eitthvað með fjólublátt hár og... En gæstu þú þá ekki lita hára á þér? Jú, en þú veist, ég gat bara ekki verið eitthvað trúður. Því ég var náttúrulega, tóku svo markmannskikki mínu mjög alvarlega. Já. Þannig að... Varst góður, þú varst mjög efnilegu markmaður. Mjög fín, en þú veist, einhverja keðjur hálsin og eitthvað svona dót, mér datti þetta í hug, sko. En ég sá það leið og, þú veist, liðið var komið í stuð. Þá, þú veist, ég myndi segja bara, hann er alveg Hall of Fame yfir alla menntaskóla ever. Þú veist, ég meira, hann er bara Cristiano Ronaldo menntaskólas á Íslandi, þannig að ég ætla ekki eins og að láti sem ég hafa átt breyk, sko. Ótrúlegu leikmaður. Og það er hann. Förum við yfir þetta, drengir. Getur rétt með Liljul. Herðu, þetta var áhugavert. Já, þetta var áhugavert. Herðu, já, Liljul. Við verðum nú að Marmar gefa sjátátt. Þetta er alvöru jólabjór. Frábær jólabjór. Já. Hann rennur hérna hjá okkur drengjunum. Ég ætla að byrja þér, Egill. Ok. Ég spurði Hjöppa. Já, ég þarf að setja upp hérna stegutöflu. Já. Ég spurði Hjöppa, hvað elskar Egill? Hvað sagði hann? Ég ætla að vona hann að vera með nokkra valmölugu. Ég giska 1 og 5 a point. Hann er bara með 1. Anskur. Það er með 2. Já, með 2, já.
Ég giska hann hafi sagt að ég elska töða Svo þetta light beer Vera á Tenerife, gólfi Eitthvað af þessu Ég ætla að gefa þér rétt að það því að light beer og vera á Tenerife fullur í sól, sagðan Þannig ég ætla að gefa þér stig Ég kom hann á blað Ég var líka með það Hvað hláttur? Já Sæði rim job Það var fyrsta sem hún sagði Anskotin Þú fórst ekki inn á það, en þú fyrst stig Hjöppi, ég spurði Egil sömu spurningu, hvað elskar Hjöppi, hvað sagði Egil? Ég myndi halda að væri bara vera að horfa á ég veit að þetta er hljómar áskvæði Hann sagði nokkra hluti Já, það er að náttúrulega vera út í Englandi að horfa á fótbolta það er náttúrulega pottið eitt af því Tuða er náttúrulega stór hluti af mínu lífi Gólfið stór hluti í Þú dag komist þig, hann sagði fótbolti, golf hann sagði cash, skyndibiti, rauðvín Cash, skyndibiti, rauðvín Já, ég Elskar þetta allt elska þetta allt, já Það var nokkuð gefið að myndi negla eitthvað Fótbolti er svona fyrsta sem kom við bjögan Þá ætlum ég að byrja á þér núna, Hjöppi Ég spurði Egil hvaða bíómynd tengjuru mest við Nú þarftu líka að passa upp á svarið þitt Sko, ég myndi halda hann hafi sagt að Night at the Roxbury Það er hárrétt Anskotin Hjöppi kom með 2 stig Ég kom með undir strax maður Nei, þú getur, Það er mín mynd hann er búin að fá einni spurningu meira Þú getur jafna Já, ég veit það Hann vildi meina því að vera að taka dansinn á sportkaffi Já, ég voru með Signature já. Dance Ég var til að eiga Ég vídeo var því í okkur vissum dag við séum ennþá með hann locked in sko ef þú hendur okkur upp í vegg sko Ef við hendum í eitt gott TikTok Já Herri, ég spurði Hjöppa sem spurningu Egil, hvaða Sko, mynd ég myndur bara giska og við værum hann einhvers staðar á svipuðu stað sko Ég skal gefa þér að hint, hann sagði ekki sömu mynd Nei, hann er ekki með Night at the Roxbury Svona myndir sem poppað upp hérna Þetta getur verið Rocky 4 Þetta getur verið True Lies, þetta getur verið Basketball Mögulega Orgasmo líka sko Ég ætla að þetta er kassi mitt á Basketball Það er hárrétt Það er 2-2, helviti Menn þetta, hvað annan er? Það er 2-2, þetta getur ekki verið spenn Þá spurði ég ætla að byrja þér núna Egil. Ég spurði Hjöppa, þú mætti velja eitt líka hluta af vagli Hvað myndir að velja? Hvað sagði Hjöppin? Hvaða líka hluta þeir langar meira Þetta finnst mér Ég erfitt. sagði bara ekkert úr þessu andliti Já, hann vildi ekki úr andliti Nei, og það er ástæði fyrir því Hann er með huggult andlit Já, hann þarf það ekki Rosalega hugulegt það Og það er ekkert sem að getur kifta með sem myndi Sem hjálpar. Bæti eitthvað neginn að sem er í gangi að Hann vildi meina það Þannig að og ég veit það, ég er ekkert lítið með það Þetta er bara eitthvað neginn Is what it is Og svo er hann með glæsilega kálfa og góð læri Hann er ekki að vera að kippa því að mér sko Og hann er með fínan bíceps Þannig að nú, þetta er bara, ég er að útiloka hvað er eftir eitthvað neginn Það sem er eftir er raskatu og axlirnar Og málið er að sko hann er með fínar axlir sko, svona fínar hliðaraxlir þegar hann er að lifta sko, Já, það er bara með svar maður. og hann er átt í vesinni með raskati því að sko þannig bakið og hnén hafa verið að stríða honum Hann er ekki ná aktiveita nóg mikið eins og hann hefði viljað sko Nei. Þannig að hérna, það er eina sem er eftir, það er raskati Hann myndist á raskati en hann vill trísepiðin Það Hann var ekki stig Kom ekki með trísetin Ég sagði raskatið Hann er sann mjög sterkur Ég gerði hálft stig okay. Hann er með rosalegt raskat Takk. Hann minntist á það. Tríseppin er Ég mjög veit að það er stór bara sterkast því Tjóðlir, ég vitlausmaður, sagði ég það ekki Ég er bestu það sko Hjöppi, Já. hvað vill Egil taka þér? The balls Nei, hérna Balls The balls Nei, hérna Ég myndi nú halda bara sama og allir kallt með vilja Það er hakan Það er þetta Anskotin Hann er ekki bara að klikka Þetta er helviti þreytt Það er hakan Just one man Þessi sko, þú veist Ég held að þú sett búin að tala menn inn á þetta Já, ég veit það Ég tók aldrei eftir Þetta þessu. snýst alltaf marketing Já, góða punktur Þú veist, ef við myndum búa til eitthvað svona marketing bara, guður og skaga fyrir mér með geðvið stóran titling það myndu segja það nóg oft Já, fyrir fólk að þá trúa væri þig. konur bara einhvern veginn að leita á ykkur Já. skilur hvað við? En konur taka eftir hökunniðinni Nei, Nei, en karlmenn. þetta er yfirleitt gauðra sko Mér er nú lítalæknar, vantalega þegar kunnar er 80% konur og Hjöppi myndi markast þetta þessu högu að spytu þá kannski fyrir að menn að mæta til Hannes reglulega að fá sér þessa hög Að byggja hökuna Það er rassin hérna í að raskati meiri högunni Já. hann gerir þig mýma sér nærin þá kaupir hann tvær sér ég mani ég var svo ánægð með þessa bíómynd Þá er meiri Hann er að borga fyrir hann sko. Fyndna er að þú sér hérna japanska plakatið fyrir leynilögu þá er búið að setja hökuna þína á Egil
Ég var alltaf komið með Þannig Manny að Chin það var einhver markarsérfræðingur í Japan sem ætlaði að fara að markasetja leynilögu hugsaði bara, herðu, hakan á þessum er bara ekki nógu góð Það bara línur Hann bara breytt Nýja höku högu á það Þáttir var komið hjöpa högu Ógeðslega fyndið þegar Egil sendi í grúppun okkur býtu hvað er að gerast með högur? Það eru síðasta spurning, það er 3-2,5 Ég spurði Ég byrja þér Egil, ég spurði Hjöppa hver var höstlerinn í MK af ykkur tegum, hvað sagði Hjöppi? Sko hann veit alveg að það var hann en svo er ég að velta steinum með eitt að hann er kannski verið hömbulhjöppið þarna og downplayað þetta eitthvað líklega valið mig, giska ég á sko Það er rétt, þú farið stig sko. Það er 3 Ég er yfir staði núna Ég myndi segja, eins og ég segi það væri Hall of Fame yfir menntaskóla fóla í sögu bara ever þá væri það En ég spurði þig bara Hall of Fame En hvað sagði Gils? Þú veist hann getur ekki sagt annað þess að þetta verið sem Ronaldinho var spurður hvort væri betri hann eða þú veist bara Djemba og hann einhvern veginn með einhverju stæla Djemba og frábær leikmaður auðvitað er það Ronaldinho Egill er náttúrulega bara mesti kóngur í sögu menntaskóla bara frá þá til hann var svona 23-24 ára Þannig að þú ætlar að segja Egill að sagt ég Já, hann sagði á þetta hans eiginnafn, já Nei, hann sagði Hjöppi Hann myndi meina að víma í gríma Þú tókst að víma í grímaslagur á kettina Svo varst það Jock og fyrirliðin bestur í massi Þetta endar í jafntefli hjá okkur drengir Þú veist, þú varst eiginlega kóngurinn Herri, Gísir, maður var að hringsóla í kringum Ingólfskaffi að vonast til að það væri eitthvað en, þú veist Einhver svona leftovers Þú veist, einhvern veginn reyna að taka einhvern dans fyrir aftan einhvern hóp og vonast til að Stórmestari jafntefli 3-3 Topp tónlistarstöðin FM 957 Sinda þurfa að lækka í svona, hvað segir við Jam, PMP, 50 Cent En við erum konum með góðan gestinga í stúdíóði sem að er einmitt svona nettur PMP Það er okkar besti, Benni Já, hæ Benedikt Valsson, verðstu velkomin Takk hérlega fyrir Ég held að ætla að koma 2 en Fannar ennþá í tökum Já, við erum bara að klára fyrir seríuna og hann er bara í tökum með þá og ég bara fórnaði mér hingað Þetta er ekki fórnur, ég er mjög glaður að vera hérna Já, kom með kaldan og allt upp á 10 Já, Betur að vera var hér heldur en að vera í tökum núna Já, Hjörvar var hérna á kantinu, við gaman að sjá hann Já, Bad Boy og Radio Smá starströk þessi sé Hjörvar Já Veit ég hvað Hann er með þess árið, það er út á hökunni Það er hakan sko talandum að vera ennþá í tökum ekki það, við getum rætt hvað sem er, þetta er ekki plaka, það er nýr þáttur sem er að byrja í kvöld og hann er í opinni dagskrá bara á sínið ekki Jú, bullandi opinni dagskrá, klukkan ég er ekki alveg viss, sko. Þú veist þú það? Nei Ætla að sé ekki 19:00 19:00 eftir fréttir, föstudagskvöld og þátturinn heitir Gott kvöld Þátturinn er gott kvöld og þetta er spjallþáttur skemmtilegu spjallþáttur með twisti, tónlist skemmtun, gríni, glensi og bara, þetta eru þeir að klára tökur núna, þannig að þeir eru ekki ákveði næstu viku, nú ætlum við að fá þennan og þennan þeir eru að taka upp svona heila seríu basically. Það eru aðrir í að gera vikulegt talkshow á Íslandi, þannig að við ákvæmum að prófa að gera eitthvað annað, þannig að við erum bara að taka þetta upp í svona svolítið beit og erum samt ekki alveg búnir þannig, en svona já, þetta er bara late night feelingur og þú ert svona pínu Jay Leno eða Jimmy Fallon eða hvað sem maður kallar það þú ert hérna hostinn, þegar ekki? Jú, ég er svona hostinn við skrippborðið sko. Svo er Sveppi sidekickið Wacky sidekick Wacky sidekick, Sveppi Það hljóma kunnulega fyrir þér, ekki? Borð Kannastu þetta? Þáttarstjórnandi og Sveppi sidekick Ógeðstur ykkur Já, það gæti dott í eitt svoleiðis og Fannar er að sjálfsögðu bara það sem hann gerir best út af vettvangi með fólkinu, með Íslandingum, með þjóðinni. Og hvað erum við að bjóða upp á í kvöld í fyrsta þætti? Herðu, það er að sjálfsögðu Kristrún Frostadóttir, okkar kona hún er frængars Fannars, þau eru þremenningar. Það er ekkert annað. Það verður bara eiginlega til umræðu sko, við erum ekkert að fara aðeins annað. Og svo er herran, hittur smjör og svo gullgrafaninn góði Eldur. Já, ok, Amarok skísla Já, og svo 5% niður í dag, þannig að flott Eru þið allir með í Amarok? Nei, maður fylgist bara með Hérna alltaf með pötunni pólsinu Já, það ekki Og hvað er þetta langið þetta? Er þetta að tala um hálftíma, klukktíma? Við erum að tala um hálftíma Hálftíma-ish, eitthvað svona Og hvað er Svepp að gera? Bara fíblast eða, þú veist? Já, þú veist, það er Rávarnum og
fyrsta hugmyndin var að yrði bara svona sidekick sem að, þú veist, við þekkjum út í heimi þá eru þið við púlt kannski svona aðeins tilbaka en hann gat ekkert verið tilbaka það er bara, hann komin inn í settið bara og situr bara í sófanum hann er bara með við erum eiginlega svona co-hosta þetta þó að ég sé Það er líka Sveppi Krull, það var skrítið að hann var eitthvað bakvið, sko, þetta er Sveppi fokkin Krull, sko. Ég veit það, hann er kongurinn, sko. Það er eftir að halda honum niður, sko. Já, þannig að við erum svona að leiða þessi viðtöl og erum að gera þetta bara svolítið skemmtilegt. Já, ég hlakka mikið til að sjá og hérna, alltaf á föstum. Alltaf á föstum, maður. Já, og hvað hérna, er þetta, finnst þér þetta er mjög ólíkt hraðfréttum, ekki? Þannig að búa að spila með hvort að sé eitthvað svona hraðfrétta fílingur í þessu, þetta er ekki hraðfréttir á sín. Nei, alls ekki. Þetta er bara spjalláttur og... Já, þetta er spjalláttur og viðtölin er löng og ég er ekki hrókafullur og leiðilegur eða dónalugur. Þú veist, ég vona ekki, ég veit ekki hvernig fólk upplifir með almennt. En þú ert mjög góður í því? Já, ég er mjög góður í því, það er rétt þess. En hérna, já, þetta er bara gleði og glaumur og hérna og jú, kannski, þú veist, auðvitað, þú veist, hraðfréttir er eitthvað sem að einkennir mann og auðvitað er stutt í húmórin sem slíkan og þú finnur alveg fyrir því þannig að fans out there ætti alveg að hafa gaman að þessum þætti líka og svo var einhver gestur daginn sem sagði bara, er ég komin í hraðfréttir eða 70 mínútur, var ekki alveg átt að segja á þessu, sko. Þetta er svona blanda bara? Já, þetta er bara góð blanda og hérna, já, það er bara gaman að sjá hvernig það þróst. Þú sagði hérna án, þetta var í svolítið í andaheimagunn. Já, þú veist, hann var, þú veist, með svona skemmtilega hluti, það var fólk að koma upp úr einhverjum kökum og eitthvað var að gerast og svo kom þessi og eitthvað svona happening í gangi. Við erum alveg með smá svoleið, sko. Og Hemmi Gunn alltaf... Það gleymist stundum með Hemmi Gunn, hann var ekki alla miðvikudag, hann var annarkvæmt miðvikudag. Já. Ég vil ekki langa tíma til að skrifa þáttinn, maður. Hann fyrir góðan undirbúning. Stundum tók sér frí, þá mætti Unnur Steinsson í staðinn. Já. Hemmi nefndi ekki að vera alla annarkvæmt miðvikudag. Það er smá pásu. Já, þetta er pásu líka. Já, það var fyrst að fara, ég man líka Vala Matta, þinn líka. Mjög eftir peningavílinni. Já, rosalega eru þið með hana. Við erum einast líka. Já, við viljum byggja peningavíl. Ég dreymir að fara í þetta. Setti sveppin inn í hana. Náðan ykkur það. Ég bara voru að fylgjast með. Sko, ég ætla að henda ykkur öllum saman í liðdrengir sem að heitir Hver á röddina í umferðinni. Er allir með headphone á sér? Nú þarf Egill að setja á sig headphone. Vinn ég eitthvað ef ég með það rétt? Já, það er kassi af Lilli Jöl Túborg í boði. Sko, eina er að ég klára skilabóðin. Nei, á ég að íta pásu það því að annars getur bara rétt pönd. Ég er rétt pönd, já. Ok, ef þið eru með svarið, þá réttu pönd. Þú má bara rétta strax upp út með þetta. Já, þetta er dagskrárliður sem við tekið nokkuð sem náður og ég er búin að fá 3 einstaklinga. Ég myndi að segja allt þekktir, þið þekkið allar þessi einstaklinga og sem heitir A, B eða, við getum farið yfir eftir hvar þið eru í celeb stöfunum en þetta er eitthvað sem þið allir að þekkja. Eru tilbúinir? Og Benni, þú átt basically að segja mig bara hver er þetta í umferðinni. Ok, byrjum við hérna. Hver er þetta? Já, veitu, ekki gefa stefnuljós, hvað eru stefnuljós aukabúnaðar á Kia? Hjörpi. Jésús maður. Þetta er Hjálmar. Það er rétt. Þetta er Hjálminn. Þetta er ég elska hana mann. Hjörpi er komin að blað með 1 stig. Þá förum við í næsta og allir ready. Hver er þetta í umferðinni? Andskotast krakka skítur þá að reiða hjóli við gangbraut. Andskotin. Þetta er Heimi. Patrekur Heimi, það er hárrétt. Já, þetta er easy. Þetta var þetta bara að vera snöggur. Já, þá er það síðasti og Egill eða Hjöppi geta trist í sigur og Benni, þú ert ekki komin að blaða. Nei, ég var að skýta. Það var gaman. Það var gaman fyrir daginn í dag, frumsýningardagur og svo. Svona fyrir frumsýningarpartíð. Og síðasta, hver er þetta? Jésús Kristur, farðið þið yfir að hægri akrein. Hvað er að gerast hérna? Keyrandi á 50. Það er alveg magna hvernig gamalt fólk hérna getur bara verið með bílpróf fram eftir öllum aldri. Þetta er erfitt. Hver var þetta í umferðinni? Þessi rífur í maður. Þetta er erfiðara fyrir þig, Benni, bara svo veitir það. Já, er þetta eitthvað vinnur ykkar? Þetta er annar, ég myndi að halda... Er þetta boll? Jésús Kristur, farðið þið yfir að hægri akrein. Hvað er að gerast? Ég með þetta.
Hver er það? Það er mækarinn. Þetta er hárið, þetta er King Mike Brown. Sko, hann var einhvern veginn lægis. Já, þetta var svona skrítið tótt hjá mækarnum. Vel gert hjá hann. Ég er aðdándi mækana sko, ég þetta ekki. Þetta var King Mike en við Hann gerði þessi 20 árum yngri þarna. Ég sá fyrir mig bara einhver 20 og graðan gæði. Hann myndi aldrei vera svona líka ef hann væri pirraður í umferðinni. Nei, hann er aggressívari. Hann er aðeins aggressívari. En já, gott kvöld á Sín í kvöld. Við hvetjum allar til að horfa. Benni, takk fyrir komuna. Og við ætlum að henda hér á mann sem að verður með okkur í sjálfanum. Það er St. Pete og lagið heitir Superman. Topp tónlistarstöðin FM 957 Hárið, það eru Dynout og Loop Zero sem færi ykkur FM 95 blöð hér á FM 957 Hjöppi. Þú er nú montaði lengja og þú ert á toppnum án tóbaks og getur það ennþá með Loop Zero. Já. Því að það er ekki tóbak þar, það er ekki svo nikotín þar. Nei, það er bara þannig. Og svo að sjálfsögðu Dynout gjafabrifin ef þeir að leita alvöru jólagjöf. Ég með þess að tók eftir að Dynout gjafabrifin eru komin í hagkaup. Þú veist að rölda á kassanum og það er svona út allt, þannig að þú getur keypt veist þetta við kassan í hagkaup. Þetta er sniðut. Þetta er mjög sniðugt. En við erum hins vegar að fara núna í spurningakeppni Gilsarans og ef ég man rétt þá ætlar að fara í hvað? King of Opos. Já, King of Opos sem er old piece of shit. Já, er þetta keppni sem maður vill vinna? Ég er ekkert viss að það. Er það? Langar að vera Opos? Þetta er ekki negativ. Nei, nei. Opos sko. En málið vorum bara, veistu, vorum að velta steinum í gær bara út af með körfunum daginn og eitthvað og þetta er bara að særið það er eitthvað núna fyrir 20 árum og eitthvað. Þannig að ég er bara svona að velta fyrir mig hver er King of Opos og það kemur bara ljós. Þetta er 8 spurningar. Okay. Já. Og veistu hvað kemur eftir spurningkeppnina, Hjöppi? Nei. Driving Home for Christmas. Það er tilbúið hérna á kantinum. Það er lag. Já, það kemur, við ætlum að koma ykkur í jólagýrin eftir spurningkeppni Gilsarans. En ok, King of Opos. Já. Ertu það mikið Opos að þeir vex ekki hár á höfði? Það, já, en nei, ég er bara með ég er með sama hára ég var með 12 ára. 12? Það er jafn þykkt sko. En það var samt ekki Opost, ég er 20, maður er ekki Opostur úr 26 ára, þá rakaði ég að mér hárið. Þér vex ekki í dag. Ég gerir mig fulla grein fyrir því. Mér ákveð að standa upp og klappa yfir Sigurður Bond sem að fór til Tyrklands og síndi frá öllu og hann er að gefa fullt af sköllandi gæðum alveg geðveikum von. Já, þetta er bara vel gert. Og það verður gaman að sjá hvernig kemur út hjá. Hefur núna eitthvað bara eftir að sé þetta Við höfum rætt þetta mikið í blöðkastinu og hér að ég er svona þetta er í fyrsta sinn sem ég er alveg til að skoða það. Ég bara veit ekki hvort ég nenni að standa í þessu að vera allir bólginn og get ekki gert neitt í 6 vikur og Hjöppi kemur með, ég kemur með, Stóni kemur með, förum í golf. Aldrei. Ég er bara í golfu að drekka bjóra meðan ég er bara bólginn upp á herbergi, gleymdu því. Já, ég vil ekki sjá hana stuðning. En Rakel er 45. Bum. Ok. Hæ? Þegar voru 45 ára. Já. Ekki 3 ára núna. Já, þú varst með vinkonuðinni með London. Já, þegar við ætlum að gera eitthvað skemmtilegt og þú farir á meðan til Tyrklands og kemur tilbaka. Já, þú vilt meina ég að gefa Rakel í 45 ára afmælisgjöf að ég sé komið hár. Já. Hæ, ástu mín. Bara sílt í tagli, strípað. Ég er samt rætt að ef ég myndi fara í þetta þá myndi ég samt snóðan alltaf. Ég myndi vilja hafa bara línun yfir, ég vilja hafa skugga. Svo Lebron-stæl. Já, pínu. En ég er ánægður með bondarinn því ég veit að bondarinn er með þess að hlusta, þannig að það er sjátt á okkar mann. Ég sá líka bara á bondarinn að þetta er að koma vel út á hann sko. Hárlínan lítur huggul út og þetta verður. Við sjáum hvernig bondarinn eftir 6 mánuði. Eina Bárða kom til okkar í blöðkastið að ræða þetta. Eina sem maður svona böggaði með pínu, hann sagði þetta tekur hálft ár að vera flott sko. Já, að verða bara svona eðlilegt. Það er bara í ræktinni hálft ár. Þú máttu það ekki. Ég meina, svo bondarinn er bara nýr fyrir sömari þá. Hálft ár, þetta var fullkomið. Já, það verður geggjör sömar. Já. Ég ætla að skoða þetta. En já, ég fær nættilega stiði þarna því að mér vex ekki hár. Ertu það mikið ópós að þú ert með physical veski? Hvað er það, leikar að þetta með vinna þetta? Nei, ég er ekkert að leika með því, ég er bara að spura það. Ertu bara með veski? Bara með veski? Ég er með kortaveski, já. Ég er ekki með veski, en ég er með kortaveski. Sko, naflinn borga með korti. Já, það er ótrúlega. Það ger ég líka, ég er ekki með korti í símanum. Why? Ég bara hræðist breytingar. Ég skildi ekki sjálfur, sko. Það er bara fáránlegt. Ok, en ef þú týnir símanleginu Það kemst ekki í maður Samsung. Þetta er ekki iPhone. Nei, þá getur ekki borgað. Nei, ég meina, þú rænir Samsung og getur ekki gert neitt við hann. Þetta er ekki eins og Apple og getur bara tekið allt af fólki og rifið allt af því. Ég er bara með Samsung. Ég er með Samsung líka. En segjum að það sé búið að ræna your Samsung eins og orðar þetta og þú þarfst að borga fyrir eitthvað, hvað ætlar að gera? Það er kannski búið að ræna my Samsung, ég er með kortin mín. Já, þá er ég með kortin klár með vegabréfunni ég er alltaf með vegabréf veski.
Já, ok, hann með veski Hann gengur ekki með Vegabrif, bara til að designerveski þegar bara ég vil að fólki sem að vinna á hlutunum sér að ég að vesla designer dót. Hvaða design ertu með? Það mig Sko Hjöppi er ekki með á sér í dag En ég bara með hérna beintur fram að mig Hérna bara kortið Blöð bara með veski Hérna kortið Kortið mitt Ég get lofa því. Er þetta Paul Smith? Já Þetta er dýrt og flott veski áttam á því Það er ekki verið að móka þeim út núna sko Finnar, mér alveg sama Þó þetta sé hræðilegt, mér finnst þetta bara þægilega Mér finnst gott að fara í ég vil ekki vinna þetta, ég vil ekki vera ópós Gott með eitthvað að hjöpa Ertu það mikið ópós að þú hefur verið graður á MSN? Þetta var það ekki kringum aldamótin Jú, pottjut Það þarf að aldamótin, graður MSN Þú getur spaka graður í bakari graður í snælandsvídeó Það er ekki allir sem maður hlustum að vera graður á MSN Graður að kera nýblaðin Það kom alltaf blum Ég man eftir Ef það var eitthvað pía á MSN sem var eitthvað svona að gera hósu sínar talandi ópós, græna fyrir að það var ekkert að gerast þá stundur sænaði út og sænaði aftur inn það myndi poppa upp bara auðvitað blöndalest ég sænd inn bara nú hlýtur hún að sjá að ég þetta maður það segir margt hvað það segir margt hversu lélur þú varst að sæna út aftur inn að þú gæst gert appear offline þú varst að tala við tækni heftasta mann bara hann hefur sænað sig út og svo sænað sig bara aftur inn ég fór bara alla leið þú varst að íta eftir svar varst að nötsa bara gamli nötsa hristist allt en sko til þess að vekja meira athygli á username-inu minu staðan frá Hjörvar sendin þá var ég kannski með svona 12 hunda á undan það var ekki Hjörvar sendin þannig markasetti ég mig En hvernig gekk MSN-u í hörstunum? Ekkert eitthvað en maður reyndi allt koma fullur heim og fara á MSN og gaman á MSN það var veistlega maður hver átti MSN? Microsoft það er ekki partur á Skype MSN af því að Vafri var alltaf MSN líka þetta var Microsoft er þetta dautt í dag? Já, það er ekki á MSN í dag nei, þú veist, enda skemmtilegt hvað var þetta? Messi, Neymar og Suárez MSN allavega það er staðan það er 3-1 fyrir fengur báðu stig Ertu það mikið ópós að þú er búin að lenda í scammers oftar en einu sinni? Já Kreditkortið mitt heitir Cantona nýtt Blöðu bara skaman Búið skaman með þrisvar Það smellir á núna Nei, ég er hættu núna Ég er ángríns Það verður erfitt að ná mig núna Ég langar að segja já og nei Ég hef ekki Aldrei verið skema Aldrei fengið eitthvað link, eitthvað svona Netflix Jú, þá er alltaf að vera eitthvað +3 753 eitthvað postur eitthvað fárun íslenska Þeir rótur ekkert eðlilega góður Herru Aron Kahn, það er nú bara svalasti tónlistamæður Íslands hann var tekinn hann er ekkert bara ópós Nei Þeir rótur mjög góður í þessu Þeir eru á náð þeir nokkusin Þeir eru á náð með þrisvar Þú ert alveg á lista hjá þeim sko Mesti viðbjörnum var bara ég þurfti að uppgreita eitthvað PDF skjalið mitt eitthvað ég bara ítt á það þá bara strax búið að loka kortinu bara ringti frá bankan bara hvað þurfti ég að uppgreita eitthvað PDF eitthvað þetta var viðbjörður en þeir eru mjög góður Ertu það mikið Hvað er það 4-1? Já, þú sko, Hjöppi þarf að gera það sér sko Það eru 4 eftir Ertu það mikið ópós að þú ætlar að henda í internethristing þegar þú varst yngri Þú ætlar að ringja inn með 56k modem sem tók gótt alveg heldur langa tíma 5-6-7 mínútur Mér þetta ringt inn Ég man eftir Ég held að við séum nú búin að opna það mikið hérna í þessum þætti að ég ætti ekki að fara að ljúga því Ég var aldrei eitthvað Ég hef aldrei tekið það sem þú ert að tala um á þeim tíma Þannig nei, ég þurfti aldrei að býja Ég ætla að gefa það fólk þarna Ég fóð freka bara upp í hillu og náðu í spólu sko Það var þarna Sublime Directory og Tommy's Bookmarks sem að þurfti að kíkja á og vandamáli heima á mér var bara mamma heima undir húsmóður sko. Þannig að blokka símanum Hjörvar, þú að nota síman og það var að vera opna Þannig að það var ekkit Það var að sæna af í internet Ef hún var í Nóatún Förgrund í þessar 7 mínútur sem það tók þá var kannski kíkt þarna og farið ég held ég var alltaf freka frá Sublime Directory heldur en Ég veit ekki svona hvað það tala Þú veist það bara varst ekki að skoða síður teamtalk.com Nei Það er eins og þú sért úr öðru stjórnukerfi Ég var á Króknum Selfossi Ég var á Söðurkróki Það er 4-2 fyrir blöð Já, Hjöppi fekk stig Og spurning ertu það mikið óbós að 110 kilo króksari hefur pakkaði saman í körfu? Já
Það var opos Nei, ég var aldrei Það var, ég veilu rímat En sko, ég útskýra ég þarf að koma með því bara smá Málega það að það varð bara að gera eitthvað. Þetta var svona laugardagur klukkan 3 það var ekkert skemmtilegt í gangi og það varð að finna einhverju skemmtun fyrir þjóðina. Ég fór á herrakvöld Selfoss kvöldið það var rætt, þú veist að það er svona erfitt að fá viðbröð við einhverju dóti í dag og þegar þú veist bara einhver sýbílgæði í gangi og whatever það voru allir að horfa á þetta. Það er sem að bugga mig keppniskap í mér, vitandi bara að voru fullt af fólk að horfa. Ég sagði þetta alltaf í hvaða fokkin formi er samt blóndar, þú veist, hvað eru margir 45 ára á plánetinu sem vilja svona vel út? Ég vil rematch að því að ég sendi þér á leiðinu frá Kanari, þetta var bara eins og við erum að koma á þjóðatíð þegar við vorum 20, ég var gjössamlega búin á því. En ég velti fyrir mér sko, þið voru ekki búin að plana það að læna þessu upp leið, sko, hann var nýlendur. Ég held að fólk veit ekki að ég er á leiðinu í vélina svo lítill að bara svona ég gati ekki verið mikið minni þá sé ég plaggat it's on one á lögðan ég sendi bara Hjörberg eitthvað bilað ég er ekki að fara að keppa þú vart að heyri í mér hann bara netti þannig með eitthvað fræga fólki maður það bara book you and you will come ég bara hvað er þetta að gera ég lærði þetta í þetta Wayne's World 2 book them and they will come en hvernig varst ég they not like us they not ég þarf rímat þannig ég bildaði stemningu við tökum þetta aftur til nokkra mánuði og þá ætla ég að sína að þetta sé ekki ópost og það verður í smá hlaupaformi þetta er býtu hvernig staðan? Já, ég er 5-2 Ertu það mikið ópost að þú vaktir oft seint á kvöldin til að horfa á erotísku myndin Emanuel sem var línulegri dagskrá á Guilty á sínaður rauðu skórnir ósýnilegi maðurinn þetta var allt saman butterscotch man einhverja konur að sofa í ósýnilegu manni þetta var ótrúlega gangur var maður að horfa á þetta maður bara að vona mamma og pappi færi snemmi sko, og í rauðu skónum sko, þá var David Duchovny alltaf aðmaður er það? Jú okkar maður og sko, komin í X-Files en kom úr þessu sko, svona fyrsta sem dettur inn á stöðu er auðvitað stjörnumerkin sáðu það í skíins tegn en ekki eftir þessu ég tengi við það sem að hamar nautsmerkið mun ekki meigumerkið mun ekki eftir það var alltaf merkið eitthvað softporn neða, það var ekki softporn bara banani og eitthvað svona og bara ég vil maður aldrei séð svona stóta áður þetta var bara stöð 2 kl. 23:20 þetta er svolítið búið en þessum líka talandi ópós ég veit ekki, einhvern maður rætti þetta hérna en ef ég komst í spólur sem ég vissi að faðir mér átti þá passaði mér alltaf að spóla á sama stað og ég byrjaði hann væri ekki að hann hefði aldrei vitað ég veit að núna, hann hefði aldrei vitað ég passaði mér alltaf að nákvæmlega sömu sekundu að spóla maður á þegar ég náði hann upp í skáp hann var komið á þegar ég skilaði það var ekki sensateknir en sko síðan spurningin það blöði búin að vinna þetta en eftir það mikið ópost að þú hefur labbaðin á vídeoleigu farnar í dag farið í möppuna rölt svo út skælbrósandi með Vaff HS spólu fór aldrei í möppuna segir satt ég er búin að opna á allt hérna heit ég aldrei farið á vídeolegu beðið möppu ég er maður bara að taka eina gamla eina nýja ég skal alveg viðkynna ég hef margóft þegar Grensásvídeó var í gangi þegar það var sem best þá var ekki eins og mappa og bara svona svæði fyrir aftan þú veist Snælandsvídeó var með möppu sko það var bara byrjuð þá bara með hulstrón bara með hulstrón bara fyrir svona plastað þessi inni skotefur þannig að þetta voru var í útlegu sko já þannig að þetta þú veist það á Grensásvídeó var þetta ekkert eitthvað issue bara rölti fólk inn þetta var bara Bóhem á móti ekki já Bóhem er þá sko Grensásvídeó var sko hinum við gattamótinu upp í hæðinni já ok þá er ég að rugla rétt að sjóta keiri inn að sveppa bara hann að rétta hún beil hægri alveg rétt þar var Grensásvídeó og það var aldrei þetta var ekkert vesen þar það var bara fólk mjög afslappað með allt áriðið í opin ég gleymi aldrei sko að sko góðvinn minn er að senda kæristunum sinni einhverjar ástarkveðjur þegar ég er að keyra frá Grensásvídeó hvernig það? Það var bara, það var rólegt og rómatíst það var eitthvað svona
Á bylgjunni bara Rakel, ég elska þig eða hvað, þú veist, bara eins og ég myndi senda núna þá Já, eins og þú myndi senda og þetta heyrði ég sem hefur verið að keyra þarna í burtu frá þá var ég á Dodge Intrepid og þetta var bara þetta var Þannig að þú ert með spólu og heyrir félagarnir vera að senda ástakkaði á bylgjunni Já, ég elskaði og aðstæðis harðari með spóluna ég var harðari ég bara þetta, þú veist, á þessum tíma var þetta bara annar heimur þetta er bara annar heimur sendir inn ástarkveðu gegnum útvarpið og þú ert að fara út úr hús Þetta er sko, það eru margir sem að hlusta sem halda Hjöppi, hann náttúrulega harður en hann nú samt ekki mýgrið það hann búin að biðja eitt lag hér í dag sem ég ætla að spila því að þetta er lagi sem kemur Hjöppa í jólagýrin Hjöppi, viltu kynna þetta inn eða? Byrju, er þetta það sem ég held að þetta sé, er þetta Driving Home for Christmas? Hárrétt Þetta er FM FM 957 Þá er Hjöppin komin í jólagýrin maður Þetta er lag maður Driving Home for Christmas Já, veistu hvað syngur þetta? Chris Ray Það er hárrétt Hér sé ég var upp á stæmi og ég vissi ekki hvað syngi Það er skrítið Ég held þetta sé fyrsta sinn sem að spila jólalag 14. november í FN 95 blöð Þetta er bara 40 dagar Já, það er stutt í þetta Egil, þú ert ekki mikið jólabarn Þú rættaði hérna Já, þú veist Ég er ekki sami Grinch og ég var Nei, svona eftir augnaði spönnin En ég er ekki svona eins og Richard, skilur, sem er búinn að skreita 14. november Sko, já, hann er búinn að skreita bara hérna allan pallin Já, og inni líka Sko, ég bara man eftir að hugsa bara að Auðun Blöndal væri líklega þroskaheftur Þegar þú varst 34 að tala um að þér hlakkaði til jólana ballus Ég bara sagði, maðurinn er þroskaheftur Já, það er hlakka til jóla Ég meina 34, þú hafðir engar ástæðu, þú veist, að því að það er gaman þegar maður á börn og svona þú veist, jólin eftir 30 sko en einhvern veginn meira ammælisbarn sko já, en þú veist, að hlakka til jólana bara einhvern veginn, why? Já, en er þetta ekki svona, er það ekki mjög skrítið einhvern veginn? Ég veit smá skrítið Ég er samt ekki svo Rikki, ég er ekki að skreita pallin og það er ekki búið að skreita heimaði mig núna sko Ég hef stundu sagt sko því minna sem hún kemur úr því meira spennandur í jólin af því að þeir sem hafa það gott það er góð matur 12 mánuði á ári Það getur verið eins og fyrir kannski blöran þá bara verið bara Já, ég var nú útskýra fyrir ykkur ólífa að herbyggi mitt var bara forstofan heima þú veist, þá var bara svínasteik á aðfangadag og það var bara besta ára ársins Getur verið það Gæti að vera það sko Og mikið að pökkum líka Alltaf gaman á að pakka Þú veist, ég var að borða góðumat í síðstöku Ég var að borða góðumat í hátteginu Þú hefur það helviti gott Það er engin munur á bara basic mánuð þegar Það er bara jól alltaf dag Það er bara basically að segja það Það er jól alltaf dag í höfbannum Jól alltaf dag Ég áttum ekki alveg á spennunum fyrir þessu jól Ég ætla að enda þetta hérna drengir á hvor ykkar Ég er bara með 3 spurningar Okay. Og þið Hvorikar? Já, þannig að við tökum þetta úr blöðkastinu Þið þurfum svona að koma ykkur saman svarið Já Ok, hvorikar er þrjóskari? Því ég fór að hugsa að þau eru báðir mjög þrjóskir menn Já. Ég er það nú ekki sko, það er ekki grínastjórar með þrjóskari sem ég kemst það er ekki rétt Það er þetta Ég get alveg, þú veist Ertu að segja að þetta ekki þrjósku maður? Nei Já, alveg Já, ég er svona frekar viðsitt og er til í að skýta skoðun ef að þannig pottum hérna Egill vel þrjóskur Egill er bara, hann er bara úr einhverju hann er smíðaður úr einhverju öðru Skrítasta sem ég lendi þegar Egill fór í fílu ég man ekki hvort þið er í Manchester eitthvað þetta fyrir svona 15 árum eitthvað þau vildum ekki fara í dýragarð mann stættur þessu Þá ég farið góða fílu, mér langar dýragarð Hann fór í fílu bara svona, herðu, ætlum við ekki dýragarðin Ég get alveg hendið það Ok, er Egill þrjóskar en þú? Já, hann er þrjóskar Þetta er eitthvað sem ég bara fyrir að díla við Já, en þú ert sammála? Já, ég held ég sammála Og þú sett þrjóskar en Hjöppi? Já Ok, þá er það næsta, hvor eitthvað syngur betur? Það er Hjöppi Hvor eitthvað er skárri í söng? Hjöppi myndi ég alltaf Jú, ég En með drullu góða rödd Ég meina Hot Coffee er lag sem ég hef alltaf beðið eftir að koma út Já, ég held að séu svona maður hefur oft fengið jákvætt feedback á sönguröndina og fengið það gengum tíðina Já, ég fengið það en þú veist, Gils er náttúrulega á fullt af lögum Þú veist, ég var bara síðast að hlusta á lögum með hann í gær
Já, það er bara svona DJ Muscle Boy en það er ekki söngur Ég öskra yfirleitt sko, ég er mjög góður í öskra Ég er bestur í því í heimi í dag sko Ég ætla að fá ég smá tóndæmi frá báðum og ég skal bara dæmi hvort ykkur er betri söngari Ok, Ég vil lesa þetta Ok, Hjöppi, þú byrjar Þú mátt velja hvaða lag sem er Driving home for Christmas Ég get ekki tópað þetta Hvað er með þetta? I've just heard Nei, vandaði þig The news Ekki grín, vandaði það að syngja Það verður þetta vest Það vandar að syngja Það er hundlegast að fyrir í karaoke með mönnum sem er reynað að vera fyndir Syngd eins vel og getur, þú varst á því Hvaða lag myndir þú vilja svona Hvaða lag myndi henda þér? Hann tók bara Driving Home for Christmas Hvað myndið þú taka? Ég var til að taka hérna kannski lagi Toma Cruise með Ingo Viðugum Það er mjög gott Ok, má ég Þú þurfir að reyja upp textan Taktu bara fyrir mig Driving Home for Christmas eins og hann gerði Hvernig er það lag átti uppi? Driving home for Christmas Driving home from Christmas Þetta er jættibleikt Þetta er X Þetta er X Báðið mjög góðir söngurar Ég ætla að enda þetta á spurningu sem ég er forvitið núna Alvöru street fight Ekki in the octagon Hvað bara segjum að þið mætist Tveir bara Hann er alltaf góður í street fight Ég er miklu betur í hringum Hvor ykkar myndi hafa að street fight? Ég, Gilsan myndi hafa ég vil sé Gilsan svona ég hef oft orðið mjög reiður í svona 20 sekundur og Gilsan reiðist aldrei ég hef ekkert oft séð Egill hefur ekkert verið að hóta neinum eða neitt ég man samt alltaf eftir einu momenti sem var alveg unreal ég man ekki hvort að Gilsan mun eftir það var á Gamlástag mannst eftir þessu? Niður í bæ hérna Niður í bæ og sneri niður gaurinn það er unbelievable dót það er kall sem að við erum að labba niður þar sem að sólónir við veist hvað sólón hérna er og við erum að labba niður eins og að Lækjartorgi eða whatever fram í prjónabúðinni hvað heitir það Stella Já. Þetta er náttúrulega allt og dramatíst fyrir FM 9 blöð en það er maður sem slær konur niður hinn með guttuna, sem er Hans Petersen á þeim tíma eða eitthvað, þetta er kringum aldamótin það var eitthvað snirtilegasta afgreiðsla sem ég séð bara ever Gilsarinn tekur hann að gæja, snýra niður og einhvern veginn bara tekur hendina á hann þannig að hann er svona eins og frá handlegsbrjótan bara svona 5 cm frá því ég var bara svona wow og sem sáum þetta allir, gerði engin eitt Gilsarinn hljóp hann yfir þetta allt saman þetta var álfur auðmiki sem slóðu konu hann og ég bara hann var bara svona hún var alveg bara neld þetta niður og þannig að hann myndi taka street fight já ég meina þá óttaði bara ég er ekkert að vera slást í Gilsa það sem ég myndi gera og ég myndi skallan og hlaupi burtu Herru, þá er eiginlega bara komið að lokum hér hjá okkur í FM 95 blöð Hjöppi, takk hella fyrir komina það var hér á kostum eins og alltaf gamla það við minnum að sjálfsögða á Ísland Úkraína á sunnudaginn klukkan 5 við vinnum það tökum við minnum líka á gott kvöld sem að er, Benni, það var ekki alveg nógu gott í án, maður vissi ekki klukkan hvað þetta byrjar en okkur grunar 7 í kvöld 7 og svo minnum við aftur á ég fíla það ég er alltaf að vera að taka þetta heim á eftir svo minnum við líka á tix.is að tryggja sér miða í Sjallan á jólaball FM 95 blöð sem að er 13. desember tryggja ykkur miða, eigi góða helgi við ætlum að enda þetta á lagi sem þetta er svona lag sem ég tengi við þig segðu mig hvað er þú ert aldrei hræddur nei, óttalaus þannig að við ætlum að kveðja ykkur á þessum föstudegi með Not Afraid heyrum vonandi ykkur á þriðjudagann í blöggastinu minnum á Dr. Fútból sem að er þetta ekki alltaf, þetta eru föstudagar, þriðjudagar og föstudagar, mánudagar þetta er eiginlega alltaf bara finnið það alls þar takk fyrir í dag og eigi góða helgi FM 957 Topp tónlistarstöðin